Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að víkja sjónum okkar að máli sem ýmist kallað Gufunesmálið eða Þorlákshafnarmálið. Þið vitið alveg örugglega hvað ég á við. Það þarf ekki að skýra það nánar. Það hefur dunið á okkur alveg gríðarlegu fréttaflutningur af réttarhaldinu í þessu máli. Og margar spurningar sem hafa vaknað og Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, komin hingað til þess að ræða aðeins við mig þetta mál. Vertu velkomin, Helgi. Takk fyrir. Eitthvað sérstakt við þetta mál sem að við höfum kannski ekki alveg þekkt áður? Ég held að það sem okkur bara að blasi við okkur að þetta er óvenju fólskulegt mál. Og svo betur fer þetta sjaldgæft og lýsingarnar á þessu ofbeldi sem þarna fór fram þessa nóttu bara með hreinum ólíkindum og maður svona veltir í fyrir sig hvað að gerast þarna vegna þess að þetta er hóp manna að ræða sem koma að þessu máli og einhver leiti enginn sem stoppar og menn einhvern veginn halda áfram og tekur langan tíma. Þetta er eitthvað sem höfum ekki séð og sem betur fer. Og síðan líka þessi angi sem hefur komið fram varðandi það að þarna sé einhvers konar tálbeitu aðgerð sem þarna hefur verið notuð sem raunverulega felur það í sig það að það sé hann einstaklingar að núti sem bara eigi engan rétt og það kannski líka dálítið endurspeglunum fyrir umræði sem hefur undanfarið missur og áhrif okkur það er einhver hápur að núti sem er barnaníðingar að þeir eigi bara bókstaflega engan rétt, þeir eru raunverulega rétt ræpir og hafa raunverulega ekkert engan rétt til þess að lifa meðal okkar og þannig þessi réttlæting, hún er notuð beinlínis til þess að murka lífið úr samborgar okkar byggt á einhvers konar bara gróusögnum en þetta er svona tæki til þess að fá sínu fram þetta er svona valdbeitingartæki til þess að ræna einstaklingin til að komast yfir fjármuni og þetta er notuð svona réttlætingartæki sem er þess að það að einstaklingar sem eru sem eru barnaníðingar að þeir eigi bara ekkert gott skilið og það megi bara ganga í skrokk á þeim og þannig einhver svona hópur einstaklingar sem væntanlega líka svona ákveðnir svona leiðtogi eitthvað slík sem hefur svona mikil áhrif út frá sér og þetta er raunverulega réttlætingartæki að taka raunverulega bara ekki bara lögin í sín hendur því að menn hafi ekki valdbeitingar heimildir eins og lögregla þannig að menn eru að ganga mjög langt og einmitt vegna þessa að þessi maður er svona persóna non grata að þá er í lagi að ganga gegn honum líka dálítið út frá því að segja að þessir einstaklingar munu ekki kæra eða tilkynna þetta þess að þeir eru svo látt í virðingarstiganum og vilja ekki láta þetta berast til fjölskyldumeðlimi sinna eða vina sinna eða atvinnurekandi eða neitt slíkt og þetta eiginlega segir mér líka aðra sögu sem ég finnst að við ættum að gömgja þetta aldrei líka og ég held að það komið fram einhver leyti í réttarhaldunum að þetta er ekki fyrsta sinn sem þessi hópur eða þessir einstaklingar eða leiðtogi þessa hóps hafa verið að standa í samskonar málum. Það er að finna svona einstaklingar þarna úti sem hugsanlega eru barnaníðingar eða eitthvað annarri viðkvæmri stöðu ganga að honum, rænan og með það er raunverulega í ljósi að viðkomandi mun ekki tilkynandi lögreglu vegna þess að þeir hafa eitthvað hugsanlega eitthvað á samvinskunni sem gæti komið sjálfum sér illa gagnvart fjölskyldu eða bara samfélaginu. Já. Og af því að það hefur komið fram að maðurinn hafi verið með einhvern framheilaskaða þá hefur maður velti fyrir sér hvort það hefði ekki verið betur við hæfi að fjalla hann sem fatlaðan ef mann ætlaði eitthvað að fara að vísa til þess frekar en að nánast gefa sér fyrirfram að hann væri níðingur. Já, umfjöldin hefur verið svona frekar svona óvarleg, sumurlítið kannski svona óábyrg, það hefur líka þessar lýsingar sem kom á réttasal, hafa verið þess eðli sem maður hefur ekki séð annað eins frá fjölmiðlum, þar sem bara allt er byrt og þú þekkir þetta. Bæði magnið af upplýsingum, tíðnin, hvað þetta kom ótt og títt og svo líka þarna virðist engin skoðun eiga sér stað í hraðanum og mokstrinum út á því hvort það sé nú kannski eitthvað sem að eigi ekki erindi við almenning. Það er þyrft að ritstýra því svona einhverju leyti minnst okkur svona gæta velsamis og svona aðgáðari nærveru sálar. Við erum að tala um aðstandendur sem eru þarna á staðnum og þarna verið að lýsa þessum í mjög
svona grafískum hætti sem kannski maður velti fyrir sig hvort að það þurfa að gera það með eins afgerenda hætti eins og gert var. En þetta svona þetta mál allt saman með hreinum engdæmum og svo líka það hvernig með þessa réttlingatæki og það þessi óvarfarna umfjöllun að þarna verið að tengja þetta einhvers konar við tálbeitu aðgerðir sem eru raunverulega bara gróusagnir og það enn ein hættan við það þegar borgararnir fara að taka lögin í sínar eigin hendur að fylgja einhverjum gróusögnum við eitthvað slíkt sko. En ég held kannski fyrir þennan hóp sérstaklega þá kannski bara að skipta það í lengur máli þess að það voru einhverja gróusagnir það og þeir bara nota það vegna þeir ætla að koma sér yfir fé. En þetta verður vegna þess að það þessi skynjun út í samfélaginu að það síðan einstaklingar úti sem bara eigi ekkert gott skilið og við getum dregið þetta lengra og við sjáum þetta frá Bandaríkjunum þar sem við tala óvirðulega hinsegin fólk eða eitthvað slíkt sko orðræðan jafnvel frá pólitíkus sem oft mjög óvirðulegum tilteknum hópi í samfélaginu að þetta verður hráefni fyrir hatursklæpi auðvitað þar sem menn beita ofbeldi gagnvart þessum einstaklingum sem tilheyra þessum hópum eða líka bara gagnvart einstaklingum sem eru bara ofbeldissneiðir og eru að leita viðfangi til þess að ræna að nota einhverja slíkar lýsingar eða gróusagnir eða hvað sem einstaklinga þess tagi og nota það til þess að ræna þá og þá í raunverulega skjóli þess að viðkomandi muni ekki kæra eða tilkynna að einmitt vegna þess hugsanlega viðkomandi hefur eitthvað á samviskunni sem þarf ekkert alltaf að vera eins og í þessu tilfelli hefur ekkert á samviskunni held ég í sjálfu sér og fatlaðar einstaklingur eins og þú ert að nefna að það það sem menn hafa fyrir sér þessar hópar að ræna að þessar einstaklingar muni ekkert láta í sér heyra og við vitum ekkert hvað mörg svona mál hafa raunverulega verið úti þarna hjá okkur í samfélaginu þar sem hefur gengið yfir í skrokk á einstaklingum í krafti einhvers slíkra upplýsingar sem í gangi þá sem þeir hafi einhver hluta vegna ekki vilja tilkynna eða beinlínis bara þeir eru svo hræddir við þennan hóp jafnvel þeir hafi ekkert að fela að þá eru svo hræddir við þennan hóp að ef þeir myndi tilkynna þetta að þá myndi það koma illa fyrir þá eða þeirra nánust aðstandendur og það finnst mér vera mjög varhugavert og það þessi finnst mér hlið málsins sem við ættum að taka dálítið alvarlega að hvað sé að gerast þarna úti varðandi svona aðferðir til að ræna eins og þarna koma fram. Mætti kalla þetta dekkri hlið og skipulagari hlið og ofbeldis heldur en við erum vön að sjá. Ég man hérna í gamla daga þá fannst mann nú þegar maður var í löggufréttum og þegar maður var að skrifa þetta ógæfu fólk sem framdi glæpi og varði jafnvel öðru fólki að bana manni sýndist svona oft að þetta væri annarkot stundarbrjálæði eða afleiðing af hræðilegri áfengisneyslu eða fíkniefnaneyslu og ég tek undir með þér að sko það sem sló mig fyrst það var sko þegar það rann upp fyrir manni í réttarhaldinu í gegnum fréttaflutningin hvað þetta var kalt, hvað það stóð yfir í langan tíma að ég hugsaði bara með mér Já, þetta var alveg sko, þetta var með grófasta móti og í raun og veru sko skipulagt og þetta ekki eitthvað sem mann gerir í einhverju ölæði og sjá eftir, það enginn sjálfur þess iðrunarmerki þarna sem í gangi en þetta hefur fengið mér svona dálítið að hugsa svona ofbeldi á Íslandi og eðli ofbeldis og svona þróunina í gegnum árin og jafnvel áratugina því að það sem ég held að sé að gerast hjá okkur það að það að gerast ákveðin svona skautun í afstöðu Íslendinga til ofbeldis það fyrir okkur flest fyrir svona borgarana bara í þessu venjulega samfélag okkar að þá erum við í vaxandi mæli sem betur fer með miklu minna umburðarlyndi fyrir ofbeldi og beitingu ofbeldis í okkar samfélagi og við höfum séð þetta bara þolendur heimilisofbeldi hafa stigið fram þolendur kynferðisofbeldi hafa stigið fram áreitni af ýmsu tagi bæði andleg, líkamleg, kynferðisleg að við erum farin að stíga þarna fast niður og við höfum séð að réttindabaráttu þessa fólks, hún að taka ákveðnu framfaraskeiði, oft horfðum við fram í þessu ofbeldi í gamla daga en við gerum það ekki lengur í dag og það á við bæði með svona minniháttar ofbeldi og jafnvel sko meirháttar ofbeldi sem átt til þess að ofbeldi nákomuna sem við horfðum nú bara framhjá í gamla daga eða einelti á skólalóðinni umburðarlyndi okkar í dag miklu minna gagnvart
alls konar ofbeldi af þessu tagi sem ég er að lýsa og þetta er vaxandi og þetta er einkennandi fyrir afstöðu þorra fólks í okkar samfélagi. En á sama tíma, og það er það sem skautunni kemur fram, að þá erum við að sjá að meðal svona tiltekina jaðarhópa okkar í samfélagi, sérstaklega svona yngri karlar á jaðrinum. Yngri og reiðir karlar. Yngri reiðir karlar, þar sem það þykir í sjálfu sér ekkert tiltökumál að beita ofbeldi, bera á vopn, ef það er ögrun eða ná sínu fram, að þá eru menn með ákveðna réttlingatæki fyrir því að beita ofbeldi. Þannig að það sem við erum að sjá er það að það er svona skautin okkar samfélagi á milli raunverulega svona bara meginhluta fólks sem fordæmir og býður við ofbeldi af ýmsu tagi og við erum sem samfélagi að taka miklu harðara á því en við gerðum fyrir 20 árum eða 40 árum eða 60 árum, en á sama tíma er svona að mynda svona einhverjir kjarnar af meira svona yngri körlum þar sem afstæðan til ofbeldis er önnur og miklu svona harðari afstæða og afstæðum það að þetta tengist of svona lífstíl kannski afbrota svona ofbeldis, vímefnanotkunar þar sem menn eru beinlínis á jaðrinum og eru bara þarna úti til þess að ná sér kannski í fémæti með hvaða hætti sem er og ef það er einhver einstaklingar sem er að abbast upp á mig að þá eiga bara ekkert gott skilið og þá er bara svara maður bara með miklu ofbeldi. Þannig að við erum að sjá svona ákveðin svona klofning í okkar samfélagi í afstöðinu til ofbeldis á sama tíma við erum svona að fara að taka það miklu alvarlegar sem samfélag en þá eru í samfélaginu hjá okkur á sama tíma eru þarna einhverjir svona minniluta hópar þar sem er bara ákveðið hugafar eða hugmyndafræði sem réttlætir beitingu ofbeldis við ágreiningsmál ef mér er ögrað eða beinlínis bara eins og þessu guðnusmáli þar sem menn eru beinlínis bara að ræna bara komast yfir fé og nota eitthvað barnanýðinskap eða eitthvað sem bara yfirvarp sem réttlætingu bara fyrir því að þessi einstaklega mun aldrei svara fyrir sig að tilkynna eitthvað slíkt vegna þess að hann er hvort sem er það lítilsverður í okkar samfélagi að það mun engin hlusta á hann og þess vegna eru menn að fara ganga svona langt og þannig að það máli finnst mér svona áhugavert í þessu ljósi vegna þess að fyrir okkur þorra fólks þegar við horfum upp á lýsingarnar á þessu ofbeldi að þá beinlis okkur býður við bara trúum ekki að þetta sé í gangi í okkar samfélagi og þetta er ekki ofbeldi sem við höfum oft séð fyrrum í okkar samfélagi sem er það að menn er í einhverju ölvunrástandi drepa eða gera fremja eitthvað svona alvarlegt líkamslegt ofbeldi og eru síðan með böggum hildar þegar rennur af þeim og með sína iðrunamerkið eitthvað slíkt. Það virðist ekkert sérstakt vera slíkt í gangi og það er ekkert sem bendir til þess beinlínis að þarna sé einhvers konar menn hafi gert einhverju vímu og ekki vita hvað var að gera. Þeir virtust vita nákvæmlega hvað var að gera og þetta var þáttur hvers og eins misstór og það er bara eitt í sambandi við þessa hópamyndun sem ég staldra dálítið mikið við en það er hlutverk leiðtoga. Ég held að við þurfum að horfa dálítið á það þegar við þurfum að horfa þessa minnlutahópa eða þessa hópa þar sem eru með svona hugmyndafræði til að réttlæta beitingu ofbeldis að það eru oft mjög sterkir einstaklingar í þessum hópum sem hafa mikil áhrif út frá sér og geta oft fengið aðra með sér til þess að gera ýmislegt eða gera viðvik og eitthvað slíkt og sterkir persónuleikar og maður þarf oft að staldra kannski dálítið við það í þessum hópum sem eru kannski mjög öflugir í því að minnstakost að breiða út svona hugmyndafræði það að það sé nú í lagi að beita ofbeldi ef svo ber undir. Ég meina bara ef þú ert á bar og ert með bjórklass í hendi og það er eitthvað sem bumpast utan í þig og bjórinn fellur niður að þá mátt þú þetta svara fyrir því ef eitthvað ögrað eða einhver er að reyna við kærustuna þína eða eitthvað slíkt að þú veist þá er menn konum eitthvað svona réttlega fyrir því að svara með ofbeldi en á sama tíma að þá er að fyrir þorra fólks að þetta er aldrei réttilegt þú beitir ekkert ofbeldi þó einhver sulli bjórniðinu niður eða eitthvað slíkt eða sé að fara á fjöruna kærustuna eða eitthvað slíkt að þú leysir þetta með öðrum hætti en það er í tilteknum hópum og það er það sem ég staldra dálítið við því að þetta er á jaðrinum þetta er sem við sjáum þetta en meðal þorra fólks að þá er ofbeldi eitthvað sem við beitum ekki en oft í
í gamla samfélaginu sem við oft segjum að það var nú ekkit sérstætt að gerast. Jú, það var svo sem ýmislegt að gerast. Til dæmis það að menn oft litu bara fram með slagsmálum. Á böllum í fyllirí og þetta brott sjálfsagt bara Ólsarar þeir eru nú eins og þeir eru og Hólmararnir eru svona og eitthvað svona eða bara alls konar að þessu tæja menn voru oft að beita svona vöðvaafli og hver er sterkastur og stærstur og allt þetta var svona annar tíðarandi hvað það snertir. Þetta einhvern veginn farið, það að segja aflið farið fyrir sko aðra hæfileika sem eru bara oft að þú veist að náð sér vel í streiki skóla eða starfið eitthvað slíkt sko svona meira andlega hlutir í gangi sem menn kannski virða meir í dag en kannski menn gerða áður að hver var sterkastur og stærstur á leikskólalóðinni sko, eða barnaskólalóðinni eða grunnskólanum að það þótti oft vera svona dálítið svona eftirskólavert en þetta hefur breyst, þetta ekki með sama hætti í dag eins og það var áður fyrir sko, þannig að það svona annað gildakerfið sem er komið inn í samfélagið sem eiginlega betur fer því að við erum fann að taka miklu meira alvarlega af alls konar ofbeldi, þú veist kynferðisleg áreitni til dæmis. Ég meina, þetta var bara hluti af skemmtarnalífið náðu fyrir og konur sérstaklega þurftu bara að taka þessu hverju hundsbytti bara, þú veist, og býta á jaxlinn og halda áfram, sko. En í dag láta þær ekkert bjóða sér þetta, sem betur fer. Og við sjáum þetta kakvart líka eins og þessi alvarlega ofbeldi, eins og heimilisofbeldi sem lögreglan horfði framjá bara árið 1990, sko. En í dag þetta orðið breytt á alvarlegu málunum sem lögreglan að fast við, sko. Þetta hefur áhrif ekki bara á þólandan að gerandan, heldur fjölskyldunni í kring. Og þetta þarf að taka mjög alvarlega. Þetta er bara gerst á örfáum áratugum. Breytt afstæðal ofbeldis, taka það alvarlega, minna umbyrðaliti fyrir hvers konar ofbeldi sem en á sama tíma svona upprisa jaðarópa þar sem eru svona yngri karlar oft á tíðum sem eru svona utanveltu og einhverju leyti utan við samfélag og tekst ekki að komast inn þar sem eru að hreiðra sig svona ákveðin hugmyndafræði sem nærir það að hægt sé að beita eða eigi að beita ofbeldi við tiltekna kringumstæður. Já. Ef þessum armi er að vaksa á smegin með einhverjum hætti ég ætla svo sem ekki að fara að nefna heiti á samtökum og hópum sem að hafa vissulega verið að gera sig örlítið gildandi upp á síkastið, það fer meira fyrir þeim. En ef þetta er reyndin á sama tíma og þol okkar gagnvart ofbeldi er allavega jafna minna en verið hefur sem er góður hlutur eins og þú bendir á, að þá sé einhver aftengdur kimi í sókn, hættulegur hópur. Hvaða úrræði höfum við? Sko, þetta er sjálfur sér, þetta er þróun og þú leysir það ekki með einhverju quick-fixi. Ég held að þessir einstaklingar sem beita svona alvarlega ofbeldi að þeir verða auðvitað að standa bara andspænis bara hegningarlögunum og það verður að gera það ábyrga fyrir þessu ofbeldi með tilhlýjulum refsingum við hæfi. Má ég, að þú segir þetta, má ég þá stinga því inn, ertu sáttur við að saksóknari virðist ætla að nýta sér lagaramma hámars refsingu? Það verður bara komið ljós bara fyrir þegar öll kurl eru komið til grafar varðandi þetta mál og það getur meiri verið að bara þessi 2011 greinin mandarsgreinin verði nýtt eða 218 alvarlega líkamsárás sem endar í drápi. Það er spurningin það er að segja að þessi verknaður og hvað máttu hafa gerst sér grein fyrir að gæti gerst. Og ég held að manndráp sé klárlega eitt af því sem þeir hefði átt að gera sig grein fyrir sko. En ok, við alveg láta það í sjálfu sér líka milli hluta hvernig raunverulega málhættar þessi tiltekna máli verða. En ég held samt sem aður svona til skamstíma að gagnvart ofbeldinu sem hefur verið með þeim hætti eða öðrum einhverjum sambarðum að þá verðum við þetta bara beita okkar tæki sem höfum sem er réttarvörslukerfið með öllu því. En við þurfum líka að hugsa til lengri tíma sko. Og ég hef miklu meiri sjálf sér áhuga á því og við þurfum svona í okkar ranni, okkar samfélagi að taka á þetta með þeim þætti að skoða hvað er það sem gerist að vera til svona jaðarhópar. Hvers vegna verða til eins og ég var að lýsa þetta áðan svona utanveltu hópar yngri karla 18 til 25-30 ára sterkir leitar eitthvað slíkt sko. Að skoða raunverulega þessa hópa og þessa hópamyndun sem þann úti og ofta tíðum er þetta vita þar sem þekkja þetta og það þarf að nálgast þessa hópa og
það þarf að koma þeim í einhverja virkni sem raunveruleg og menn þurfa raunverulega að sjá það að það sé möguleiki fyrir þá að snúa við blaðinu einhverjum tiltöklum lífstíl og einhverju slíku. Þannig að það ein leið líka, það að nálgast þessa hópa, það réttarvörslukerfið, það þarf að nálgast þessa hópa, það þarf að kortleggja þá og það geta mig gert með ýmsum hætti, lögreglan að kortleggja, lögreglan veitur miklu meira en við erum að lýsa hér. Það er þeir þekkja hópa á einstaklega. Það er hluta hennar forvarna hlutverki. Algjörlega, og þeir þurfa að vera með ákveðna aðferði til þess að með grenndarlöggæslu og öðru slíku, samfélagslöggæslu og ná sambandi við þessa hópa. Svo það enn annar þrep sem við þurfum að gera sem eru bara forvarnir að einstaklingar leiðist ekki út í þessa hugmyndafræði og í þessa hópa. Og það það sem við sjáum varðandi tökum bara grunnskólan og kannski einhver leiti framhaldsskólan en mestmegnis grunnskólan og jafnvel alveg í leikskólan að það eru einstaklingar sem eru bara að reka sig á veggi aftur og aftur og þar að segja þeir eru með, kannski með rofna sögu bakvið sig, það eru tíðar búsetuskipti, það eru frá skóla til skóla, vinahópurinn er brotinn, það er þess vegna orðið fyrir misnotkun, það vímuefnaneyslu á heimili, það eru slíkir veikir þættir sem oft á tíðum leynast í bakgrunni einstaklinga sem fara út í þessa utanveltu hópa sem ég að lýsa og fara að síðan að beita þessu. Þetta eru tilhneigingar, það er ekki hver einasti einstaklingur til dæmis sem er með nákvæmlega þessa lýsingu sem ég er með en tilhneigingin svo sannarlega fyrir hendi og þar þurfum við að vera bara mjög vakandi fyrir grunnskólanum okkar. Það er að segja hvernig er grunnskólanum, hvernig eru krakkarnir að standa sig og það verður nú að segjast eins og í það heila lagi þá það standað sér bara mjög vel. En það eru samt sem áður og þetta sjáum við gögnum lögreglu, við skoðum nýjustu gögn lögreglu svona síðustu 2 ár, þá sjáum við sjálf sér ekki mikla aukningu á þróun ofbeldis í Íslandi. Það kemur kannski einhverjum óvart, það myndi að segja að ofbeldi hérna sé bara stigvaxandi, það ekki svo. Það ekki þannig. Eina eiginlega undtekning frá þessu er manndrápin. Það alveg sér kapítali og það alveg sér umræðum það. Sem vekur náttúrulega mest athygli. Já, sem vekur mest athygli. En í raun og veru, ef við skoðum gögn lögreglu, var þetta svona heildarfjölda ofbeldisbrota á Íslandi bara frá aldamótum, þá sjáum við ekki aukningu þar. En það sem við sjáum, og það er raunlega það sem ýtir undir þessa mynd sem ég að draga upp hérna, það sem við sjáum það að það eru einstaklingar þarna úti sem eru ítrekað að beita ofbeldi, þess aftur og aftur og oft mjög alvarlega ofbeldi. Það þarna einhverjir einstaklingar og hópar þarna úti sem eru aftur og aftur teknir, haft afskipti af vegna ofbeldis. Þannig að og eru jafnvel með eitthvað áhrifavald líka. Það er bara það sem ég líka við staldra, svona sem viðbóta punkturinn inn í þetta, að ég tel að það sé ofta til í þessum hópum, þetta eru ofta ekkit svakalega svona heilstiftir hópar, þetta ekki svo gengi oft sem eru beinlist og það hafi svona einhvers konar lausbeislu gengi vinhópar, kunningatengsl, að það eru sterkir einstaklingar sem koma oft inn í þessu hópa og fá í kringum sig oft svona meðreiðarsveina eða hjálparkokka varðandi rán eða þess vegna fíkniefna eða fíkniefnasölu eða innflutning, ofbeldi, þjófna og allt þetta. Og það þarf að finna þessa sterku einstaklinga og það þarf að virkilega að taka á því og menn segir svo að með einhvers konar samtali, já þetta með samtali, en líka með ákveðnum aðgerðum það að þetta getur bara enda á einn veg. Með þessa einstaklinga og þessa hópa að það endar með úrskurð eins og við sáum í Gufunes og ekki vilja menn það, menn vilja ekki enda í fangelsi eða menn vilja ekki deyja, þú veist, það eru til aðrar raunhæfari leiðir til og við þurfum að útbúa það með þeim hætti að það sé raunhæft að stíga út í samfélagið og verða bara góður gegn þjófnaðarstefnu. Nú veit maður að það eru kannski ekki til neinar ódýrar og einfaldar töfralausnir en mér verður hugsað í þessu samhengi til þess sem að ég segi stundum við vini mína að sé það fallegasta sem maður sér á kvöldin út staddur í Sundlaug og það eru 150 unglingar sem eru bara fyrir fram að þig, allir í öruggu umhverfi, gæsla, glaðværið og allt það. Og og í þessu samhengi ég veit að það skiptir ekki máli hvað varðar stóra samhengið en það eru svona atriði eins og með
að lengja opnatíma sundlauga frekar en að stytta hann og að hérna gera allt sem við getum til þess að krökkunum okkar einhvern veginn líði vel í samveru, öruggri, undir eftirliti. Það er mikill munur á þessu og að safna saman í einhverja hópa niður í miðbæ. Það skiptir miklu máli að ungmennum okkar eins og í grunnskóla og í framhaldsskóla að þau sé haldið uppteknum sko. Það sé bara við svona uppbyggilegði, skemmtilegðinni, ánægilegði, eitthvað sem þeir vilja taka þátt í. Þú veist, við erum í skólanum, þú veist, fyrir halvan daginn og svo seinni partinn við einhvers konar iðju, þú veist, það getur verið golfi eða handbolti eða skák eða badminton eða bara fótbolti eða bara nefna það, að halda krökkunum okkar uppteknu við einhverja iðju sem bæði gefandi svona félagslega og líka ánægileg fyrir krakkana sko. Og það er líka þetta kostar líka, það er eitt sem við þurfum að horfa dálítið í að þetta er ekki kannski aðgengilegt fyrir alla sko að vera með prógram fyrir börnin okkar eða 2-3 börn eitthvað slíkt í leikskóla og grunnskóla og framhaldsskóla þú veist að vera með námskeið og prógram allt þetta en þetta skiptir mjög miklu máli fyrir okkar samfélag að krakkarnir séu uppteknir við uppbyggilega iðju og ánægilega því ef þið eru það þá er svo mjög mikla líkar á því að þeir munu farnast vel sko. En ef krakkarnir eru í reiðileysi, afskiptalaus, meiri sig að heimilin eru kannski, þú veist, það er óregla og ofbeldi og eitthvað slíkt og þeir eru að fyrirberast bara í súpermörkuðum eða einhverjum verslunarmiðstöðum eitthvað slíkt sko. Og lítið fyrir handa á milli og svo er aðrir sem eiga fínustu föt og fara til útlanda eitthvað slíkt sko að þá er svo mikil hætta á því að upp á þann samanburð og það að myndist bara biturð og reiði og þetta fer að snúast gegn samfélaginu. Þannig að þetta hefur svona margs konar hliðar þegar maður fer að skoða þetta alveg onni í kjölinn sko og ég er svona yfir að heila tekið þá getur við bara verið sátt. Það er mjög margt gott, kröftut starf í gangi okkar samfélagi en það eru svona þessir ángar, það eru þessi hliðarveruleiki sem fara utanveldu sem við megum ekki gleyma því að þá getum við fengið á okkur þetta, eins og þetta svakalega mál í Guðunnesi sýndu okkur því að við viljum ekki sjá svona mál aftur og þetta sem betur fyrir þetta er þetta ekki algengt í okkar samfélagi en ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að þessi hópur hann hefur beitt ofbeldi áður í þessum sama tilgangi sko. Og það held ég að við komið fram í réttarhaldum einhverjum hætti þó frekar óljós sko, en ég er svona og mér finnst einhvern veginn allt málið einhvern veginn benda til þess að þetta eru vanir menn sko. Kannski misvanir eftir að þetta er stór hópur sko, sem tók þátt í þessu en að hérna er tekið þátt í þannig að það er klárlega einhver hugmyndafræði í gangi þarna að þetta sé réttlætanlegt að það sé einhverjir hann úti sem eigi þetta bara skilið sko. Helgi, þetta var ansi góð yfirferð samfélagsvinkilinn á þessum málum. Ég ætla svona rétt að lokum að bera aðeins undir þig hérna ýmis ummæli sem hafa birst á internetinu blaðamennskuna af þessu. Katrín Oddsdóttir, hún er mannréttindalögmaður. Hún segir mér ógeðslegt að sjá fjölmiðla apa endalaust upp eftir hrottum að maður sem dó eftir þeirra gengdarlausa ofbeldi hafi verið pervert. Ekki getur þessi maður varið sig hvorki þá né nú. Undir þetta tekur til dæmis Óðinn Jónsson sem fer undir fréttastjóri Ríkisútvarpsins. Hann segir bara rétt. Og auðvitað skiptist umræðan einhverju leyti í mörg horn en ég minnst á það áðan að hérna, þegar ég var að fjalla manndrápsmál í dómstólum í gamla daga þá var þetta náttúrulega ekki þannig, það var ekki komið internet þegar maður byrjaði á því, þannig að maður þurfti ekki að hugsa að fóðra fólkið þarna úti instantly, heldur maður að gefa því svona gaum og tíma að hvað þarf almenningur að vita og hverju á maður að sleppa og svona, en hérna ef við setjum okkur aðeins í spor aðstandenda mannsins sem var drepinn með ógeðslegum hætti þá hérna svona umhugsunarefni hvernig fjallaði með þetta? Bara alveg klárlega, þú veist, vegna þess að við báðir ólust uppi það svona fréttaflutning sem var með varfærnum hætti af svona málum og það var í umhverju þar sem svona fjölmiðlarnir voru miklu einsleitari og einhvern veginn færri kannski sko. Þar að segja að umræðan var með öðrum hætti en áður fyrr sko og það var mikil svona ritstýring á því raunverulega hvað fór fram í samfélaginu og hvað var raunverulega greint frá í fjölmiðlum sko en svona fjölmiðlar landslagi og umhverju er gerbreytt í dag, samfélagsmiðlar og
og þetta raunlega kannski einhverju leitum að segjum við hérna, komum úr böldunum, það einhvern veginn svona umræðin orðin miklu svona afdráttarlausari, beinskeyttari, hún orðin svona óheflaðri, þú veist, á netinu maður sér alls konar yfirlýsingar og fullyrðingar þar sem manni finnst eitthvað sem hefði virkilega stungið hérna fyrir 20 árum, 40 árum, 60 árum og mér finnst eins og þér vera þróun sem ég finnst ekki vera gæfuleg eða gifturík, en þetta sumileitir svona dálítið afleiðing af svona þessi bara almenna fjölmiðlaumhverfi sem í gangi hjá okkur. Það að segja það er reynslunni hefur svolítið líka verið útýst og það sem hugmyndinni að fjölmiðlamaðurinn sé sérfræðingur með sjálfstæða dómgreind, með söguminn og samhengi og vegur og metur og gefur sér tíma til þess að hugsa hvað ber mér að gera hér í þessari stöðu. Það svolítið búið. Já, það raunverulega búið svona að grafa dóndið undan þessi hlutverki og þetta einhvern veginn búin að hleypa þessu bara lausu. Þetta svona dálítið, svona má segja, villta vesturs ástand á þessu öllu saman, að þessi umræðin oft svona, svona óhefluð og eitthvað því. Það spurningin með afleiðingarnar með umræðina, að menn verið ónæmari fyrir þessu og sumir myndu kannski segja að þetta bara stór hættulegt líka því að þetta geti orðið til þess að verði svona snjóbolta áhrif að menn fari bælinlega að beita þessu ofbeldi eða eitthvað slíkt. Þannig svipað eins umræðina varandi, þú veist, tölvu ofbeldi, varandi ofbeldi í bíómyndum, varandi Tom og Jenna og allt þetta. Þú veist, menn, það líka ákveðin hlið á þessu að ofbeldisefni ali af sér ofbeldi í samfélaginu og það nú svona rannsóknir sýna að undir tillögunum kringumstæðum geti það verið að áhrifin verði bein, en það oft að tíðum þessir einstaklingar sem svona einhverju leyti varnarlausir eða viðkvæmir einstaklingar. Þar geta áhrifin verið dálítið bein, en á svona einstakling og hópa þar sem menn svona nokkurn veginn í góðu samhengi við sitt samfélag, þar hefur þetta miklu minni áhrif. En ég alveg sammálaður, mér fannst þessi fréttaflýtingar af þessu Guðmundsmáli vera okkur ekki til sóma og menn á köflum misjafn og sumir blaðamenn ábyrgarinn en á köflum sko, þetta kom fram sko og þetta verður oft svona jafnvel kannski svona eins og samkeppnum að koma með sem gassalegastar í ákveðnum miðlum eða eitthvað slíkt, ég veit það ekki. Við erum auðvitað með svona innan gæsalappa svona gulapressu líka sko, þú veist að einhverju leyti það sem menn kannski ganga lengra en kannski meginstraumsmiðlar. Skilin á milli gulupressunar svokölluðu og fréttaflutningi Ríkisútvarpsins og Vísis voru eiginlega engin. Það var eiginlega það sem kom svolítið óvart. Það var bara öllu spýtt út. Held að þessi meðal annars þess vegna sem Óðinn Jónsson lætur að sig kveða á þessum vettvangi. Ég sá ekki mikinn mun á fréttaflutningnum á vef Ríkisútvarpsins eða Vísis. Ég held að fjölmiðlarnir eða þessir aðilar sem eru bakvið á sko, þurfa aðeins að hugsa sinn gang sko. Þú veist, varðandi svona fréttaflutninga réttarhaldi og þá hugsa þolendur, gerendur og aðstatendur sko, að þú veist að og bara svona siðferðis ástand samfélagsins. Það að segja hvers konar umræði viljum okkar samfélagi sko. Hvað eru almannahagsmunir? Hvað þarf fólk að vita á þessari stundu? Já, ég held að það ætti að vera svona umræðin. En þetta er svona hluti af þessu sko, þessu breytta landslægi svona á breiðum grunni svona sem bakvið allt saman. Það er einhvern veginn kannski öllu hleypt út eins og í umræðu eitthvað slík sko, sem mörgleiti þetta áhugavert í þessi ljósi sem ég var að draga upp að afstöðu okkur til ofbeldi sko. Það á sama tíma og við svona sem samfélag höfum minna umbyrjandi fyrir ofbeldi í ýmsu tagi sko, að þá veður upp svona kannski á sama, þú veist, ofbeldisefni út í sjónvarpi, bíó og allt þetta mjög grafíst og grafíska myndir og þetta hefur farið inn í umræð okkar þetta skelfilega ofbeldismál í Gufunesi, að þá allt í einu stekkur þetta fram með lýsingar sem hefur bara séð kannski einhverjum svona tölvuleik eða bara einhverjum bíómyndum og þetta er bara veruleiki í okkur, bara í næsta nágrenni við okkur, þetta er bara Þorlákshöfn og Gufunesi, þetta er bara það sem við keyrum fram í á alla daga og það það sem sem okkur brugðu líka svo mjög við, að þetta raunverulega stóð yfir í fleiri klukkutíma svívirðilegt ofbeldi af þessu tagi og okkur öllum misboðið þetta sem eðlilegt er. Og mörguleiti mjög sérstakt mál.
Já, margar hliðar á því sko. Það er fjöldin sem er bakveita, það er tímalengdin, það er alvarleiki ofbeldisins, það er þolandin og hvernig að þessu allir saman var hvernig þetta var skipulagt og hvernig þetta var sett upp og gróu sagnindar bakveita, hvernig þetta er yfiröp notað sem eitthvað kynferðisbrot eða eitthvað slíkt sko og gagnvart einstaklingi sem eins og þú ætla að lýsa, hugsanlega bara fatlar einstaklingur og síðan að sjá umræðina eða ummæli sakborninga sem virðast ekki félagsir mikla iðrun eða eftirsjá. Margar stóra spurningar. Takk fyrir að gera þitt besta til að svara sumum þeirra. Takk fyrir komuna, Helgi. Takk að þið sömuleiðis. Og ekki fara langt, kæru hlustundur og áhorfendur. Við höldum áfram hér með dagskrána við Rauðaborðið eftir andartak. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.